undirbúningurinn gengur fínt. Það er auðvitað búið að bóka alla bása og það er búið að setja sýningakerfið á bretti í Reykjavík og það fer á stað í dag. Og svo rís sýningakerfið í húsinu á fimmtudaginn. Sýnendur koma svo inn á hádegi á föstudag og setja í sína bása. Og svo opnum við sýninguna með stæl á laugardag kl. 10. Þannig að svona stóru drættirnir í undirbúningnum hafa gengið mjög vel og það er allir mjög jákvæðir. Gekk fínt að bóka í þessa bása. Það er svipað margir sýnendur og síðast og eiginlega alveg nákvæmlega jafn mikið pláss undir bása. Gerðum þetta alltaf fyrir 2 árum og búum mjög af því skipulagi sem við fórum í gegnum það. Markmiðið er fyrst og fremst það að við sem búum hérna og okkar gestir viti svolítið meira heldur en við kannski vitum í dag það sem er í boði á þessu svæði. Það er mjög fjölbreytt atvinnulíf hérna, það er mjög fjölbreytt framboð af ýmiss konar þjónustu og vörum. Sumir að framleiða og selja hér innan fjarðar og landsvísu, sumir að selja úr landi og svo framvegis. Og meiningin með þessari sýningu er fyrst og fremst að draga þetta allt saman á einn stað, eina helgi. Þannig að við svona gerum okkur betur grein fyrir því kannski hvað við höfum og gleymum því stundum svona í daglega lífinu, hvað er mikið í boði hérna. Og það er svo tilfinning sem að margir fóru með út af sýningunni 2010. Að margir sem komu til okkar og sögðu ég vissi ekki að þetta væri allt í boði og ég ekki hugmynd að þessi var ekki að þetta og svoleiðis. Það er svona stóra takmarkið með þessu, að okkur líði svolítið betur með okkur sjálf eftir sýninguna. Þetta er frábært að fá gesti sem koma og kynna sér hvað við erum að gera. Og svo svona sem hliðarafurð að þessari sýningu eða svona viðbót við sýninguna þá bjöggum við til málstofuprógramm eða sem sagt settum saman málstofur sem að ganga allan tíman sem sýningin er í gangi inn í skólastofu, inn í Árskóla. Það er innangengt þarna á milli. Og þar er sem sagt farið í gegnum ýmiss konar málefni, bæði atvinnulíf og þjónustu. Það er málstofa hér, það eru yfirleitt svona klukkutíma í senn einstakt málefni. Til dæmis klukkutími iðnað, annað eins ferðaþjónustu, landbúnað, rannsóknir á nýsköpun og svo heldur þetta áfram á sunnudeginum og þá er fjallað nýsköpun og þróunarstarf í skólum, ungt fólk og framtíðina í Skagafirði, konur og atvinnulíf í Skagafirði og síðan skapandi greinar, hönnun. Og í hverri málstofu koma svona 4 til 5 fyrirlesarar, ýmist heimamenn eða aðkomnir sem koma og tala eitthvað sem að þeim liggur á hjarta, kynna fyrir okkur, eitthvað sem þeir eru að gera eða eitthvað þess háttar. Og hugmyndin með því að gera þetta svona samhliða sýningunni, það er svona kannski dýpka aðeins sýninguna, að það sé ekki bara að koma og skoða þessa bása sem þetta frábært, en geti líka sest niður einhvern part úr degi, þess vegna bara kortið 20 mínútur eða klukkutíma eða eitthvað slíkt og fengið svona einhvern fróðleik eitthvað sem að þeim finnst áhugavert. Hver sem geti komið þarna inn, sest niður, hlustað í þess vegna kortið 20 mínútur eða hvað sem hann kann að vilja og fræðst viðkomandi málefni. Þannig að þetta er í rauninni tvískipt, annars vegar sýningin með öllum þessum básum og því sem að því fylgir og hins vegar þessar málstofur og þetta hangir allt saman. Og við erum núna í dag að hamast við að reyna að kynna þetta svolítið vel fyrir íbúum og svona nærsveitungum. Þannig að fólk er svolítið vel upplýst það áður en það kemur á sýningur helgina hvað það er sem er að gerast á hverjum tíma. Svo reyndar maður bæta við þetta að til viðbótar við þetta tvennt, sýninguna og málstofurnar, þá er þetta svið á sýningunni og þar verða líka uppákomur allan sýningatíman svona með einhverjum hlýja. Dagskráin er komin inn á skagafirði.is, það er að segja málstofudagskráin og þetta skipulag af sýningarsvæðinu og lista yfir sýnendur. Feykir gaf út svona viðhafnar útgáfu þessari viku í samstarfi við okkur þar sem að þetta kemur allt saman fram og fleiri upplýsingar sýninguna og því blaði er dreift núna frítt inn á öll heimili á Norðurlandi vestra og reyndar aðeins víðar og þetta til áskrifenda Feykis annars staðar. Þannig að við erum svona að reyna að koma þessu sem víðast út. Það verður svo mikið fjallað sýninguna helgina, Rás 2 verður með beina útsendingu hér á bæði föstudag og laugardag. Þannig við erum líka auðvitað í og með að reyna að vekja svolítið athygli á Skagafirði á landsvísu
hvað hér margt skemmtilegt að vera. Og hérna, já, vonandi finna sem flestir þarna eitthvað við sitt hæfi, bæði skemmtun og fróðleik. Og svo að sjálfsögðu í mörgum básum verður líka hægt að kaupa vörur. Þannig þetta allt í bland.